Þið hafið komið hérna á laggirnar Bruggverksmiðju hér í gömlu frystihúsi á Siglufirði. Hvaðan kemur þessi hugmynd? Það hefur verið mikið áhugamál mitt í langan tíma. Ég hef verið að leika með þetta í nokkur ár og hef langað að stækka þetta og bjóða landanum að smakka á fjörnum. Þannig einhvern veginn varð þetta að veruleika. Og þú fékkst pappa þinn og afa með þér í lið? Já, og náttúrulega gat ekkert orðið betra en það að ég náði að plata þá með mér í þetta. Sumum myndi kannski finnast þetta sérkennilegt svona fjölskyldu hobby en þetta á vel við ykkur eða hvað? Já, allavega mig. Já, og húsnæðið þetta gamla frystihús. Þekkir eitthvað söguna hérna? Það er mikil saga og bæjarbúar sérstaklega þegar við vorum að byrja að gera þetta klárt hafi komið hingað og labbað inn og sett mann söguna þegar við vorum að vinna hérna þegar við vorum ungir og það er miklar sögur hérna inni sem hafi gerst og maður þarf einhvern veginn að reyna að varðveita þær, það væri gaman. Eins og að segja, já, þetta var gamla frystihúsi hérna og hérna uppi var sem sagt vinnslulínan og hérna inni þessum brugghúsið þar var frystiklefinn gamli sem sagt og þessi fiskurinn var geymdur. Og hentar gamalt frystihús vel til þess að brugga? Já, okkur ekki. Þetta er fallegt hérna inni og við erum búin að gera mikið hérna inni þó að kannski lítur ekki út fyrir það en við erum búin að lakka hérna yfir allt og ætlum að hafa þetta í svona grófa stíl. En það hlýtur að hafa þurft að gera svolítið mikið hérna. Var ekki vond lykt þegar þetta tóku þessu? Jú, það var það og en hún er bara öll farin eins og hún finnir núna og þetta er bara, já. Þannig að gömul frystihús eru kjöraðstæður fyrir bruggverksmiðjur? Já, það má segja það. Geturðu lýst aðeins fyrir mér svona framleiðsluferlinu? Þið eru bara að byrja, eða hvað? Jú, við erum bara að byrja og við erum að stefna núna jólabjórinn sem það styttist alveg óðum í það, þannig að já, ég skal bara sýna það er hérna fyrir aftan okkur, það sem við bruggum bjórinn. Já. Þar er það góða fjallavatnið okkar hérna blanda saman við byggið og þar erum við að ná sykrunu úr bygginu með ákveðin hitastig og svo þegar við erum búin þar þá flytjum við hérna yfir og sjóðum vörþið eins og það er kallað, það erum búin að ná og þar setjum við humlana úti til að fá bara biskina og brauðinn og lyktina og síðan flytjum við þessi hérna yfir á gerjunatangana þar sem gerið er bætt út í og bjórinn verður til, þar sem hann fær áfengið sitt og önnur svona brauð koma inn. Þetta er svona ferlið. Og þetta er vaxandi sport á Íslandi. Það er alltaf að skjóta kollinum nýjar bruggverksmiðjur og fólk er að búa til bjór. Hver verður ykkar sérstaða? Hvernig ætlið þið að skera ykkur úr? Eins og að segja, þetta er mjög mikil áhugi núna og bara hefur að ríða á allstaðar í heiminum þannig sé hérna á Íslandi og Evrópu og Bandaríkjunum og þessi minni brugghús að poppa upp og koma með þessa áhugaverðu nýju bjóra. Við ætlum að vera hérna og ætlum að koma inn á markað og ætlum að gera lagerbjór, byrja á því og verða svolítið humlaðar aðeins og smá meira bragð á honum heldur kannski venjulegum. Svo er náttúrulega sérstæðan okkar bara staðurinn og vatnið og Siglufjörður og allt það. En þú ferð þennan áhuga bara ungur og er búin að hafa hann í þó nokkur ár að brugga bjór. Hvað er svona spennandi við þetta? Það er held ég bara, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Þú veist, þú getur kafið svo djúpt og onni í ferlið. Þú veist hvernig maður bruggar og svo til svo margar tegundir af bjór og það er svo margar aðferðir við að búa þá til og þú veist, ég held að bruggarar sem eru bara búin að brugga allt þessi ævi eru ennþá að læra. Það er alveg mjög áhugavert við það og svo er náttúrulega líka það að geta búið til einhverja vöru og leyft fólki að smakka Er þetta ekki rosa vísindi? Það hlýtur bara hvert smáatriði hlýtur að skipta máli og breyta bragðinu eða hvað? Jú, það gerir það.
Ég náttúrulega sjálfur hef verið að leika mér heima fyrir, þannig að þá getur maður bara leyft sig hvað sem er og lætur, þannig að núna þarf maður að vanda sig og gera sama ferlið aftur og aftur til að ná saman björnum, þannig að það er rétt, já. Nafnið Segull 67, já. Hvaðan kemur þetta fram? Herri, við erum að tengja í áttavitann og þar er segulnálin sjálf sem stefnir alltaf í norður og náttúrulega Ísland og Siglufjörður eru mjög norðanlega og áttavitin náttúrulega notaði svo mikið í siglingum áður fyrr og Siglufjörður og þetta er svona þannig að tengingin. En 67 talan, hún er hapatala í fjölskyldunni. Það sem afi gamli sem sagt langjafi, hann var með bílnúmer þegar hann var að keyra og F67 sem sagt og svo var afi hann sjómaður og hann var með SI67 á bátnum sínum og þetta gengi, já, þetta er svona. Þannig að þetta getur ekki klikkað, þeir eru búin að gulltryggja ykkur með þessu nafni. Vonandi. En það er sérst væntanlegur jólabjór. Já. Og komið nafn á hann? Herru, hann mun heita bara Segull 67 jólabjór líklegast. Já, akkurat. Og ekkert flokknari það. Og verður lager bjór? Já, við skulum sjá til hvernig kemur í ljós í jólinn bara, hvernig hann verður. Hérna vinstra megin við mig ætlið þið að vera með einhvers konar gestastofu eða hvað? Já. Hver eru plönum það? Sko, við viljum fá fólkið, túristana alla sem er að koma og heimsækja bæinn. Bæði náttúrulega við erum með glænýtt hótel Siglóhótel. Við erum með Síldarmannasafnið, við erum með á bæinn sjálfan, þannig að það er rosalega aukning á ferðamönnum og ég vil fá þá hingað inn í að koma og skoða og geta gefið þeim smakk þarna og jafnvel eins og kannski aðrir hafi verið að gera að taka á móti hópum og þá ætlum við að vera með sal það sem við getum boðið þeim upp á bjór og veitingar og fleira. Siglufjörður hlýtur að vera samkeppnishæfur bær til þess að byrja með svona starfsemi því að einmitt eins og segi hér er svo mikið að ferðamönnum. Jú, mikið rétt. Þið ætlaði að reyna aðeins að mjólka það. Já, það má allan að reyna en þetta náttúrulega skiptir líka miklu máli að bara söluna sjálfa í vínbúðum landsins að Íslendingar verði duglegir að versla íslenska bjóra og styrkja okkur þessar íslenska framleiðendur. Og hér er alveg rosalega mikið pláss, þannig að ef að vel gengur þá getið þið vel stækka við ykkur og bætt nokkrum kerjum við. Já. Þegar þetta fyrir að ganga, þegar fólki fyrir að kaupa bjórinn okkar, þá bætum við kútum eða gerjunartöngum, réttara sagt. Þannig að það er vel pláss til að stækka. Glæsilegt. Ég bara óska þér góðs gengis og ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir.